Grétar, ágætis frammistaða hjá þér í dag, þú fannst það ágætlega? Já, það var mjög auðvelt að finna sig og það er alltaf svona vörn og svona ákjörn eins og það var í dag. Kemur alltaf heim í Haukana núna í byrjun þessa ás. Strax bara komið titill í hús. Hvernig er tilfinningin? Hún er bara geggjuð. Það var spurður að svipaði spurninga og það er bara, mann er þakklæti efst í huga að þú veist það er fyrir forréttindi eins og ég spilaði ekki, ég kom beint inn í Final Four í rauninni, skilurðu, og ég er bara svo ánægður að geta, eins og ég segi, gefið tilbaka í félag sem búið að gera svo mikið fyrir mig í gegnum allan ferilinn og sérstaklega núna síðustu 1-2 mánuði. Það er alltaf ekkert sjálfsagt að koma inn sem markmaður á miðju tímabili. Þú veist, hvernig svona fyrir 2 mánuði síðan, hvar varstu staddur þá? Það er flókin staða og ég get ekki alveg greint frá hann eins og það er núna en það var alveg vitað að staðan væri flókin fyrir 3-4 mánuðum sko og maður var svona farin að horfa í kringu sig og reyna að leita lausnum og svo bara eins og ég segi, svo eiginlega fyrir tilviljun svona 2-3 dögum áður en ég var að fara að heyra í hérna Haukunum, þá heyrðu þeir í mér og spurðu hver staðan væri og þetta bara small eins og hefur alltaf gert það mér á Haukunum. Var það svona drauma situation að koma hérna heim þegar staðinn úti var eins og hún var? Það var bara langbest í stöðunni sko og við erum búin að vera, ég og frúin í einhverjum flakki. Það búið að vera mjög erfitt. Hún er ennþá úti í Grikklandi út af því að við erum með 2 hundar sem komast ekki heim og flókið mál og Þannig að já, þetta var svona óskast að fá smá, að koma heim í svona stöðuheiti og róleheiti, hvað segir maður, stabilitet, það er ekkert, já, einmitt. Þú varst hluti af Haukalín sem verið Íslandsmeistari síðast 2016, svo var einhver deildarmeistaratitla sem að engi mann eftir, svona uppskriftin að vera með Grétar Ara í markinu og Haukar ætla að vinna þann stóra. Það er ekki rétt. Ég var náttúrulega ekki 2014 í hópnum. Nei, þú varst 2016. Þú var Íslandsmeistari. 2016 Íslandsmeistari. Það var eitthvað klikkaðasta dæmi sem ég hef upplifað. Það var náttúrulega hendinn á, ég veit ekki hvað gömlum. Og já, það er auðveldara þegar maður er ungur og einhver tappa og allt það sko. En nei, þú veist, þeir unnu hérna. Nei, þeir voru helviti, jú þeir unnu deildina 2001 og ég meina þeir voru í úrslitunum í bikar hérna að hekja á móti hverjum var það. Það tappa með IBF í úrslitum. Einmitt, það er ekkert leyndamál að Haukarnir hafa verið svona aðeins neðar en við viljum vera, við viljum líka bara vinna alltaf. En þú veist, það er ekki uppskriftin. Við erum með yngri stráka sem eru miklu hæfileikaríkir en ég nokkuð tímann. Þurfa bara reynsluna og smá þolinmæði sko. Og við erum bara með geggjaðan hóp og ég meina við getum sagt það saman Gunnar Magg sko á fyrsta tímabilinu sínu hérna. Það þarf eiginlega bara allt að ganga upp til þess að vera bikarmeistari, deildarmeistari eða Íslandsmeistari. Þannig að það er ekkert þetta að setja það eitthvað 1 eða 2. Það verður kannski erfitt að landa deildarmeistaratitlum úr því sem komið er 3 umferðir eftir en þið hljótið alltaf að saxa á hann Íslandsmeistaratitil. Ég meina við hálfklúðrum því á sjálfur, við sjálfum okkur kentum það held ég. En þú veist, við erum Haukar og við berjumst alla titla sem eru hægt að berjast skilur. Þannig að já, við munum berjast fyrir því en og aftur að það bara alltaf gangi upp.